Hrókeringum innan Flokks fólksins lokið og taka þingmenn hans við nýjum ráðherraembættum helgina. Utanríkismálin tóku yfir vinnufund ríkisstjórnarinnar á þingvöllum. Fyrirtækjaeigendur á Grænlandi vilja frið og ró til að reka fyrirtæki sín. Framkvæmdastjóri grænlenskra atvinnurekenda hefur áhyggjur af að umræðan yfirtök Bandaríkjanna fæli fjárfesta og fólk frá. Kostnaður ríkisins vegna atvinnuleysisbóta hefur aukist 8 milljarða króna á 2 árum. 9.000 eru á atvinnuleysisskrá, langflestir búsettir á Suðurnesjum. Sáraroði frá Ísafirði var flogið áleiðis til Sviss í dag og verður notað til meðferðar á þeim sem særðust í eldsvoða í svissneskum skíðabæ á nýársnótt. Fórnarlamba eldsvoðans var minnst í Sviss í dag. Fjölskylda stúlku sem með sjaldgæft heilkenni flýr borgina áramót þar sem stúlkan bregst við hávaðanum af flugeldi með ofsahræðslu. Fjölskyldan biðlar til fólks að hugsa sig tvisvar áður en sprengt utan leyfilegs tíma. Komiði sæl, við biðjumst velvirðingar á því að við erum aðeins seinna á ferðinni vegna leiks Íslands og Slóveníu í handbolta. En við byrjum á ráðherraskiptum. Verðandi mennta- og barnamálaráðherra líkir lestrarkennslu barna við vélarvana skip út á rúmsjó og hún sé mætt til að draga það í land. Hrókeringum innan Flokks fólksins lauk í dag. Líkt og fyrst kom fram í fréttum RÚV á þriðjudaginn flyst Inga Sæland yfir í mennta- og barnamálaráðuneytið og Ragnar Þór Ingólfsson tekur hennar stað í félags- og húsnæðismálaráðuneytinu. Ásthildur Lóa Þórsdóttir verður formaður þingflokks Flokks fólksins í stað Ragnars og Sigurjón Þórðarson tekur Ragnars stað sem formaður fjárlaganefndar. Lilja Rafney Magnúsdóttir tekur við af Sigurjóni sem formaður atvinnuveganefndar. Guðmundur Ingi Kristinsson verður því óbreyttur þingmaður þegar hann snýr tilbaka úr veikindaleyfi. Inga segist ætla að koma inn með trukki í menntamálin. Hennar fyrsta verk verður að taka á símanótkun í grunnskólum og svo það lesturinn. Ég hef nú gjarnan sagt að kerfið hefur algjörlega og alfarið brugðist börnunum okkar og þessi hvað ég að segja byrjanda læsistefna sem var tekin á sínu tíma sem að í rauninni orsaka það að hér hátt í 50% ungra drengja að útskrifast með lélega lesskilning og nánast ólæsir eftir 10 ára grunnskólagöngu. Ég vil að þeir læri að lesa og miklu fyrir utan það að ég hef nú séð þetta svona eins og skipið sé hreinlega bara vélarvana hér út á rúmsjó og við ætlum að ræsa vélarnar og koma skipin okkar í land. Húsnæðismálin eru nýjum félags- og húsnæðismálaráðherra ofarlega í huga. Húsnæðismarkaðurinn eða skortstaðan á húsnæðismarkaði hefur verið stærsti áhrifavaldur verðbólgu síðasta áratuginn og lengra aftur. Þannig að markmið okkar eru þetta bæði til lengri tíma að ná langtíma jafnvægi og til skemmri tíma að takast á við þessa krísu sem á húsnæðismarkaði bæði gagnvart leigjendum og líka fólki sem að reyna að komast inn. Að loknum blaðamannafundinum skundaði Inga Sæland á Þingvelli á sérstakan vinnufund ríkisstjórnarinnar þar sem línurnar voru lagðar fyrir næstu mánuði. Ráðherraskiptin fara fram á fundi ríkisráðs á sunnudag. Ég held að það hafa allan að legið fyrir að það gat ekki gengið til lengri tíma að Inga Sæland væri með 3 ráðherratitla. Þannig að þetta er bara skynsamleg niðurstaða af hálfu þeirra. Einn af flokksformönnunum að taka yfir mjög mikilvægan málaflokk, mjög viðkvæman málaflokk þar sem að við þurfum að taka enn betur utanum þann hóp sem að þar undir og ekki síst meiri festu og ákveðni í menntamálum. Það virðist vera orðin hefð hjá ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur að halda vinnufundi í upphafi árs í forsætisráðherrabústaðnum á Þingvöllum. Hingað streymdu ekki aðeins ráðherrar heldur einnig ráðuneytisstjórar og sérfræðingar og ef maður rýnir aðeins í hópinn þá líklegt að öryggis- og varnarmálin verði mikið rædd hér í dag. Ég sendi mínu kollegum í ríkisstjórninni fyrir jól mikinn og drjúgan bunka af lesefni til þess að kynna sér þessi mál sem að eru þannig vaksin í dag að það sjá allir að utanríkismálin að verða samfléttuð inn í alla hagsmuni okkar innanlands. Utanríkismálin má segja sé að verða stærsta innanlandsmálið. Og þá fórum við til Grænlands. Umræðan hugsanlega yfirtöku Bandaríkjanna á Grænlandi hefur skapað óöryggi meðal fyrirtækja í landinu.
Hallgrímur Indriðason, fréttamaður, í Núp. Það hefur mikið verið fjallað áhyggjur fólks, Hallgrímur, en hvað brennur á fyrirtækjunum? Já, með við það sem Grænlandsverf, svona samtök atvinnulífs þeirra Grænlendinga segja, þá er bara svolítill pirringur meðal fyrirtækja yfir þessari umræðu. Framkvæmdastjóri samtakanna bendir að vísu á að þetta sé nú ekkit kannski ný staða. Þau hafi bara síðast í fyrra og eftir 2019 hafið þurft að eiga við svona umræðu. En pirringurinn kannski skýrist ekki síst af því að mörg þeirra eru þegar í ágætis tengslum við fyrirtæki í Bandaríkjunum og í ágætis viðskiptasambandi og þar með telja þau stöðuna þannig að það þurfi ekki eitthvað að tala yfirtöku af því að það sé þegar góður grunnur fyrir viðskiptasamband og bara traust og gott viðskiptasamband milli Bandaríkjanna og Grænlands. Men der er selvfølgelig også den risiko for, at den usikkerhed, der bliver skabt omkring Grønlands position, måske også for en periode om ikke andet, kan holde investorerne væk fra nogle af de spændende ting, der sker her i Grønland. Vi kigger ind i en turismesektor, som er i kæmpe vækst. Vi kigger ind i en råstofsektor, vi meget gerne vil have mere gang i. Og hvis der er noget, investorer ikke kan lide, det er, når der er usikkerhed i baggrunden. Så jeg tror egentlig for os at sige, så er det vigtigste budskab, det er, kan vi ikke få lidt fred og ro i forhold til at udvikle vores samfund og vores erhvervsliv her? For det andet her, det skaber for meget støj. Men jeg hører mange mennesker, både med den ene og den anden baggrund, være bekymrede for fremtiden. Og vi hører jo også folk, der gerne vil flytte, eller folk, der gerne vil sælge deres virksomheder. Det er vi også blevet mødt med. En Hallgrímur, nú hefur orðræðan frá Bandaríkjunum haldið áfram. Hvaða áhrif það að hafa? Já, orðræðan allavega ekkert að mýkjast frá bandarískum stjórnvöldum. Donald Trump sagði í viðtali við New York Times í gær að það væri sem sagt hálfpartinn svona sálfræðilegt atriði að eignast Danmörku og að það væri ýmis réttindi sem hægt væri að fá með yfirtöku sem að fengjust ekki með samningum. Og J.D. Vance, varaforseti, hann ítrekaði það jafnframt að Donald Trump væri alvara þegar hann segðist vilja yfirtaka Grænland. En það sem svona ég skynja á fólki þegar maður er að reyna að tala við það þetta er að fólk er bara orðið kannski svona svolítið þreytt á umræðinni. Og við höfum reynt að tala við fólk svona á förnum vegi og reyna að fá það til þess að segja sínar skoðanir á þessu og það er bara, og fólk, margir vilja ekki tala, koma með ýmsar ástæður jafnvel að atvinna þess komi í veg fyrir að það tjái sig og einn sagði okkur bara hreinlega að fara heim og þetta eru í mörgu leyti skiljanleg viðbrögð. Það er mikið áreiti á fólk og okkur og erlendu fjölmiðlafólki eins og náttúrulega okkur sjálfum hefur farið mjög hratt fjölgandi undanfarna daga en fólk er greinilega þreytt á þessu. Ég get líka nefnt sem dæmi að ég var í sambandi við leiðtogahóp sem svona styður Bandaríkin og vill nánari tengsl við Grænlands við Bandaríkin og jafnvel einhvers konar að verða einhvers konar hluti af þessu. Og að og það fólk bara hreinlega og sá sem ég hafði samband við vildi bara hreinlega ekki tjá sig af ótta við bara hótanir. Þannig að staðan er svolítið svona, það kraumar mikil spenna sem sagt undir niðri þó að allt sé ennþá friðsamlegt á yfirborðinum. En það var þó til fólk sem var til í að segja sínar skoðanir, reyndar allt konur, það er verið að vera svona aðeins viljuri til þess. Og þar var talað svona nokkuð tæpitungulaust og ein þeirra sagði meðal annars að hún hefði áhyggjur af því að þarna væri verið að svolítið skipta þjóðinni eða svona splitta þeim svolítið upp, ekki bara stjórnmálafólki, heldur líka bara almennum borgurum. Jeg synes, det har været voldsomt, og jeg synes, det har været noget, der har givet en masse utryghed. I hvert fald noget, der har påvirket os rigtig meget som mennesker, tror jeg, som borgere. It's such a disrespect that he keeps bothering us with that, like he wants to buy us. Så det er fuldstændig uacceptabelt i et demokratisk land, og fra et demokratisk land, og så medlemmer af NATO, at man bliver overfaldet verbalt på den måde over medierne. He keeps saying that
he needs to make Greenland better. But we are the most greatest without you, actually. We're doing fine. Look around. We are in peace. Vi vil gerne have selvstændighed, men det er ikke noget, man bare ved en knopstal ligesom kan gøre, og derfor det er noget, man skal forberede, både med folket og i samfundet, og hvem man skal samarbejde med osv. Det jeg er mest frygtet over, det er den der splid, der bliver skabt mellem allierede, vores venner, eller hvad skal man sige, men også vores rigsfællesskaber, men også blandt politikere her i landet, men også mellem borgerne her. Vi er ikke til salg, og vi bliver heller ikke købt, og jeg vil ikke købes af Amerika for at blive selvstændig, når folket ikke engang er klar. Ikke? Altså, men det er en proces, som tager noget tid. Har du lyst til, at Grønland bliver en del af USA? Absolut ikke. We are not for sale. Ever. Never ever been. Never will be. Vinnumarkaðurinn hefur kólnað töluvert síðan í haust. Atvinnuleysi mældist 4,4% í desember. Það samsvarar rúmlega 9.000 manns. Á sama tíma í fyrra var skráð atvinnuleysi 3,8%. Í desembermánuði var það mest á Suðurnesjum, tæplega 9%. Kostnaður ríkisins vegna bóta eykst 8 milljarða króna á 2 árum. Atvinnuleysi mælist mest í janúar og febrúar þegar samdráttur verður í byggingariðnaði og ferðaþjónustu, en árstíðabundnar sveiflur atvinnuleysis eru orðnar meiri en áður. Við búumst við hækkun á atvinnuleysi og fjölgun. Við vitum það hefur fjölgað. Og við sjáum það halda áfram inn í árið 2026 og búumst við í mars 2026 þá munum við fara að sjá upp sveifluna aftur, okkar árstíðabundnu uppsveiflu. Unnur segir mesta atvinnuleysið vera í yngsta aldurshópnum. Sem áhyggjuefni og við erum að vinna dálítið þétt með það. Útlendingarnir okkar sem hafa komið hingað á vinnumarkað, þeim hefur fjölgað. Atvinnuleysi hefur farið vaxandi hjá karlmönnum og eru þeir nú 60% af atvinnulausum. Hlutfall erlendra ríkisborgara á atvinnuleysisskrá er 60%. Fjöldi langtíma atvinnulausra hefur hækkað á undanförnum misserum. Og kostnaður ríkisins vegna atvinnuleysistrygginga hefur vaxið úr 30 milljörðum króna árið 2024 og gert ráð fyrir að þeir verði ríflega 38 í ár. Við erum að spá auknu atvinnuleysi miðað við árið í fyrra. Hverju að kenna? Ég held þetta að vextirnir eru farnir að bíta og það eru bara ýmsar skýringar á þessu. Fólk getur að hámarki verið í 30 mánuði á atvinnuleysisbótum. Staðreyndin svo að á fyrstu 4-5 mánuðinum þá 60% rúmlega sem fara hér bara í gegn, sem það bara fólk sem kemur hérna tímabundið hefur mist vinnu og finnur sér aðra á meðan. Einhver að misnota kerfið? Sko við reynum nú að fylgjast með því eins og við mögulega getum og erum alltaf að reyna að þróa okkur í eftirliti með greiðslunum. Þannig að svo vinna bara alltaf í gangi. Og auðvitað alltaf einhverjir að misnota kerfi. Við vitum að það svört vinna á Íslandi, en að finna hana getur verið þrautin þyngri en við reynum eins og við getum. En þetta viðkvæma mál sem stundum við segi, það sé einfaldlega ekki nógu mikill munur á atvinnuleysisbótunum og þessum lægstu launum í þeim geirum þar sem vantar fólk. Hvað viltu segja það? Ég vil nú eiginlega ekki segja neitt það, þetta er pólitík. Mannréttindastofnun Sameinuðu þjóðanna segir Ísrael að brjóta gegn alþjóðalögum sem kveða á bann við aðskilnaðarstefnu. Þeir hafa opnað fyrir útboð á framkvæmdum og umdeildu svæði á Vesturbakkanum. Svæðið kallað E1. Það 12 ferkílómetrar og þar ætla Ísraelar að byggja 3400 íbúðir. Byggðin myndi kljúfa Vesturbakkan og gagnrýnt hefur verið að hún torveldi enn frekar stofnun Palestínuríkis. Fyrir búa 700.000 Ísraelar í landránsbyggðum á Vesturbakkanum og í Austur Jerúsalem. Þær eru ólöglegar samkvæmt alþjóðalögum. Búist við að framkvæmdir á E1 hefjist á næstu vikum og stjórnveldi Ísrael hafa opnað fyrir útboð verktaka. Ísrael hefur hert árásir á Palestínumenn á Vesturbakkanum síðustu misseri, fjölgað eftirlitsstöðvum og gert þeim enn erfiðara að fara Mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna segir að kerfisbundin mismunun Ísraela gegn Palestínumönnum á hernumdum svæðum hafi versnað til muna síðustu 3 ár. Önnur lög gildi Palestínumenn en Ísraela. Whether accessing water, school, rushing to hospital, visiting family or friends, harvesting olives,
every aspect of life for Palestinians in the West Bank is controlled and curtailed by Israel's discriminatory laws, policies and practices. Fram kemur í nýrri skýrslu Mannréttindastofnunar Sameinuðu þjóðanna að frá 2005 og til loka september 2025 hafi Ísraelsher drepið 2321 palestínumann, þar af rúmlega 500 börn á Vesturbakkanum. Á sama tímabili hafi 205 Ísraelar verið drepnir þar, þar af 69 hermenn. Israel is violating international law, requiring states to prohibit and eradicate racial segregation and apartheid. Every negative trend documented in the report has not only continued but accelerated. Björgunarsveitir á Suðausturlandi aðstöðuðu 200 manns vegna illviðris í Öræfum í gær. Hringvegurinn var lokaður milli Kálfafells og Jökulsárlóns fram á morgun. Skyggni var mjög lítið á þessum vegarkafla og vindhviður fóru allt upp í 40 metra á sekundu. Flytja þurfti fólk úr bílum sínum í fjöldahjálparstöð í Hofgarði. Tugir bíla stóðu eftir úti í vegarkanti. Björgunarsveitir frá Kirkjubæjarklaustri, Öræfum og Hornafirði aðstöðuðu ferðamenn allt frá hádegi í gær fram á kvöld, en aðgerðirnar tóku 13 klukkustundir. Fjölskylda stúlku með sjaldgæft heilkenni biðlar til fólks að sprengja ekki flugelda utan þess tíma sem leyfilegt er. Stúlkan verður óstjórnlega hrædd við hávaðann, segir móðir hennar. Fjölskyldan hefur flúið borgina síðustu 8 ár í kringum áramótin. Samkvæmt reglum má sprengja flugelda frá 28. desember til 7. janúar, þó aldrei frá 10 á kvöldin til 10 á morgnana að undanskilinni nýársnótt. Þrátt fyrir það mikið sprengt utan þess tíma sem getur reynst mörgum erfitt, meðal annars Fjólu sem 11 ára. Hún sérst með heilkenni og þar lendi þroskaskerðingu og einhverfu og bregst rosalega illa við hávaða og sérstaklega flugeldum. Og það hefur eiginlega bara verið þannig að við höfum þurft að fara og bara flýja úr borginni, alltaf yfir þennan tíma sem að má sprengja. Og förum alltaf bara í bústað og vonumst til að sé ekkert sprengt þar sem við erum. En hvernig bregst hún við þessum hávaða? Hún bregst eiginlega bara við eins og það sé verið að pynta hana. Bara öskrar og grætur og bara óstjórnlega hrædd. Hvað finnst þér sprengjur? Ég er hrædd. Ertu hrædd? Já. Finnst þér ekki gaman þegar verið að sprengja? Nei. Ásdís deildi myndskeiði á samfélagsmiðlum til að vekja athygli fólks á hvaða áhrif hávaðinn getur haft á fólk í viðkvæmri stöðu. Og við nefnilega höfum eins og komið heim áður en 13. var og það var bara þannig að maðurinn minn þurfti að fara inn á bara allar síður og leita lausum bústað til að fara með hana eina nótt af því að hún það var ekki hægt að horfa upp á hana. Þannig að hann fór eina aukanótt bara við 13. Ef fólk sprengdi aðeins innan leyfilegs tímaramma myndi það auka fyrirsjáanleika sem skiptir máli. Ég vonast til þess að fólk hugsa þessu svona áður en að fer að sprengja utan þess tíma sem má, að það hugsi þessa hlið af því að þetta gæti eyðilagt marga daga fyrir einstaklinga eins og Fjólu. Þetta er ekki bara smá gaman fyrir þig, heldur þetta líka afleiðing af því sem er verið að gera. Annar eiganda barsins sem brann í skíðabænum Crans-Montana í Sviss á nýársnótt hefur verið handtekinn þar sem hann þykir líklegur til að reyna að flýja land. Fulltrúum 37 ríkja og Evrópusambandsins var boðið að vera við minningarathöfn í dag. La mémoire de cette épouvantable nuit éclaire les visages des 156 victimes, leurs jours heureux, leur insouciance. Notre pays est consterné face à cette tragédie. Il s'incline devant la mémoire de celles et de ceux qui ne sont plus. Il est au chevet de celles et de ceux qui s'apprêtent à entamer un long chemin de reconstruction. Eftir áfallið á nýársdagsmorgun og þessa sorgarstund í dag þegar kirkjuklukkum var hringt allt Sviss og þar sem forsetar og forsætisráðherrar fjögurra landa komu saman á minningarathöfn í Ölpunum til að minnast alls unga fólksins sem lést eða hlaut alvarlegan bruna í brunanni hér í Crans-Montana, spyrja Svisslendingar sig hvernig gat annað eins gerst í landi sem stærir sig af vandvirkni og öryggi á öllum sviðum. Því hér fór greinilega allt úrskeiðis, skortur og eftirliti, yfirfullur staður, unglingar undir lögaldri, eldfimar innréttingar og fáar flóttaleiðir. Hér stefnir í langt
og viðamikið sakaruppgjör. Flugvél Landhelgisgæslunnar flaug á stað til Bretlands í morgun með allan lager keresis til sáraígræðslu. Þaðan verða vörurnar fluttar til Sviss og notaðar til meðferðar á þeim sem brenndust. Þyrlusveit Landhelgisgæslunnar sótti í gær 14 kassa, tæplega 60 kíló af sáraígræðsluvörum líftæknifyrirtækisins Keresis til Ísafjarðar og flutti til Reykjavíkur. Snemma í morgun var kössunum komið fyrir í eftirlitsflugvél Gæslunnar, TF-SIF, sem veitti aðstoð við flutninga yfir hafið. Hérna Landhelgisgæslan að aðstoða okkur við að koma sáravöru sem fyrst á til sjúklinga og hendur heilbrigðisstarfsfólks í Sviss og þetta ómetanleg hjálp að flýta fyrir ferlinu. Við höfum nú þegar sent allt frá okkur sem var tilbúið í Ísafirði. Þannig að við þurfum að koma fleiri í dauðhreinsun og erum að fá aðstoð Gæslunnar við að koma þessu á sem fljótlegastan hátt í gegnum Bretland þar sem eru dauðhreinsað. Keresis starfrækt á Ísafirði og framleiðir lækningavörur úr fiskiroði til að meðhöndla brunasár. Hálfdán Bjarki segir þetta 1000 sáravörur sem eigi eftir að nýtast vel þeim 119 sem slösuðust í brunanum. 40 létust. Hefur framleiðsla verið aukin? Já. Hún hefur verið aukin og það núna verið að keyra á yfirnu. Það hefur verið að taka meira hráefni heldur en við höfum gert hingað til og verið að vinna á það sérstaklega horft á stærri stærðirnar. Fyrirtækið með samning við nokkur sjúkrahús í Evrópu. Það á meðal í Sviss og Þýskalandi, þangað sem margir þeirra sem særðust voru fluttir. Hálfdán Bjarki gerir ráð fyrir að vörurnar verði komnar til Sviss á mánudagskvöld. Og þá mun pökkunar og gæðaeftirlitsteymi okkar sjá að koma þeim strax í hendur þeirra sem þurfa á þeim að halda. Magnús Eiríksson, texta- og lagahöfundur, lést í morgun 8 að aldri. Magnús Eiríksson fæddist í Reykjavík árið 1945, sonur Eiríks Ólafssonar og Rannveigar Axelsdóttur. Magnús stundaði nám við tónlistarskólann í Reykjavík og lærði á gítar, fyrst hjá Karli Liljendal og svo á klassískan gítar hjá Gunnari Jónssoni. Hann hóf snemma störf í hljóðfæraversluninni Rín og var orðinn 1981 einn af eigundum hennar. Magnús var frá 16 ára aldri í fjölda hljómsveita. Hann lék með Pónik og tók þátt í mikilli blúsvakningu sem varð hér á landi í kringum 1970 og var einn af stofnendum Blue Note. Hann stofnaði Mannakorn og gekk síðar til liðs við brunaliðið, en þá var hann orðinn einn vinsalasti lagahöfundur landsins. Lag hans Ég á leiðinni sennilega eitt vinsalasta lag síðustu áratuga. Þá samdi hann tónlist fyrir kvikmyndir eins og Sönn ást fyrir Óðal feðrana og Draumaprinsinn fyrir Okkar á milli. Magnús samdi auk þess fjölmörg lög fyrir aðra, að ógleymdum Gleðibankanum, fyrsta framlagi Íslands í Eurovision árið 1986. Þorparinn, Einhver staða, einhver tíma aftur, Reyndu aftur og Samferða eru meðal þeirra fjölmörgu laga Magnúsar sem allir þekkja. Reyndu aftur, ég bæði sé og veit og skil. Hann hlaut heiðursverðlaun Íslensku tónlistarverðlaunanna 1999, Fálkaorðun árið 2014 og var fyrsti heiðursfélagi Bluesfélags Reykjavíkur. Þá fékk hann fyrstur manna þakkarorðu íslenskrar tónlistar árið 2024. Magnús var einn af stofnendum og fyrsti formaður félags tónskálda og textahöfunda og var formaður Stefs í nokkur ár. Eiginkona Magnúsar var Elsa Guðrún Stefánsdóttir en hún lést árið 1999. Þau eignuðust 3 syni. Samferðamenn Magnúsar og vinir minnast hans með hlýhug. Magnús hafi verið einstakur laga- og textahöfundur sem fangaði íslenska þjóðarsál og hans verði sárt saknað. Svo ótrúlega
þessi mannkind ég ber í þessu tafli eins og þú. Hann var svo næmur og mannlegur og mikil manneskja og ég er rosa þakklát fyrir að fengi að vera með honum öll þessi ár. Hann er alveg einstakur í íslenskri tónlistarsögu. Ég hef sagt það áður og segi það enn að það er enginn sem kemst með tætnar sem hann hefur hælað með. Eyþór var 17 ára þegar hann byrjaði fyrst að vinna með Magnúsi og Ellen var 19. Það er mikill missir af Magga. Hann var algjörlega bara mikill ljúflingur og góður maður á öllu leyti og þeir sem að þekkt hann ber hann allir góða sögu. Það er ekkert annað hægt en það er mikill söknuður á honum. Hann stóð algjörlega upp úr ásamt Gunnar Þórðar og Megasi og mörgum öðrum. Maður sem samdi tónlist og texta. Það er ekkert allir sem gera það. Náði alveg beint inn í hjartastað þjóðarinnar með sínu textum. Samdi mikið alþýðuna eða bara heiði venjulega fólk. Sjómenn, róna, skrifstofufólk og hvern sem var, þorparan. Og hann einhvern veginn fann einhverja taug sem að hitti algjörlega í mark og þessar tilfinningar sem í músíkinni hjá honum. Þær eru mjög sterkar og maður finnur það. Þetta er svona slagæð þjóðarinnar. Það er engin íslenskur höfundur held ég geti fullyrt sem á svona mörg lög sem að allir kunna og geta sungið. Já, mjög erfitt með að læra texta en alltaf leiði við búin að syngja textana Magga þá bara orðið fastir. Ég kann þá alla utan og það er vegna þess að það er alltaf eitthvað saga og svo mannlegt og við tengjum held ég öll við það sem hann er að segja. Ykkar uppáhaldslag? Svo mörg, en þessi ekki samferða? Samferða, öll við erum samferða. Í sjónvarpinu í kvöld verður sýnd upptaka frá 50 ára afmælistónleikum Mannakorna sem haldnir voru á sumardaginn 1. 2024. Ef þú átt aðeins þetta líf betra að fara að lifa því. Ógleymanleg tónlist Magnúsar Eiríkssonar, en við ætlum að líta til veðurs. Norðaustan 8 til 13 við suðausturströndina á morgun, annars fremur hægur vindur, skýjað og sums staðar smá él austanlands, yfirleitt bjart veður á vestanverðu landinu en stöku él á Vestfjörðum. Frost verður 0 til 12 stig en það verður kaldast inn til landsins. Við fjöllum nánari veðrið að loknum íþróttafréttum. Íslenska karlalandsliðið handbolta mætti Slóveníu á æfingamóti í Frakklandi í dag. Þetta var næst síðasti leikur liðsins fyrir EM en akkurat vika í að Ísland hefji leik á mótinu. Annar þáttur biðstofunar fór í spilara RÚV í dag. Í honum ræða handboltasérfræðingar RÚV einstaka leikmenn íslenska liðsins. Og Jóhann Þór Ólafsson hefur tekið sér leyfi sem þjálfari körfuboltaliðs Grindavíkur eftir að konan hans greindist með alvarlegan sjúkdóm. Í íþróttum hér eftir augnablik. Og það var helst í þessum fréttatíma. Hrókeringum innan Flokks fólksins er lokið og taka þingmenn hans við nýjum ráðherraembættum helgina. Utanríkismálin tóku yfir vinnufund ríkisstjórnarinnar á Þingvöllum. Fyrirtæki eigendur á Grænlandi vilja frið og ró til að reka fyrirtæki sín. Framkvæmdastjóri grænlenskra atvinnurekenda hefur áhyggjur af að umræðan yfirtök Bandaríkjanna fæli fjárfesta og fólk frá. Kostnaður ríkisins vegna atvinnuleysisbóta hefur aukist 8 milljarða króna á 2 árum. 9.000 eru á atvinnuleysisskrá, langflestir búsettir á Suðurnesjum. Sáraróðið frá Ísafirði var flogið áleiðis til Sviss í dag og verður notað til meðferðar á þeim sem særðust í eldsvoða í svissneskum skíðabæ á nýársnótt. Fórnarlamba eldsvoðans var minnst í Sviss í dag. Þessum fréttatíma er að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Ríkisútvarpið er með fréttavakt allan sólarhringinn og það má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá RÚV.is og við minnum okkur aftur eins og við sögðum okkur frá áðan frá þessari upptöku frá 50 ára afmælistónleikum Mannakorna sem hefst klukkan 19:45. En við á fréttastofunni við þökkum okkur samfylgdina það sem af þessum degi. Við vonum að þið njótið helgarinnar, verið þið sæl. Á RÚV í kvöld. Mannakorn 50 ára. Í tilefni af 50 ára afmæli Mannakorna
voru haldnir stórafmælistónleikar í Hljómahöllinni í september í fyrra.